ætla að enda þessa seríu á því að fara yfir mótilskák í afbrigðinu eftir G3 í 5. leik. Og þetta er skák frá árinu 2010. Hér eigast við Alexander Drogilov og Alexei Ilyushin. Hér mæli ég með því að taka ekki peð á C4. Hvítur fara ágætis mótspil í framhaldinu eftir D-tröppu C4 og biskup G2 með riddari E5 og A4 í framhaldinu. Ég mæli með þessum leik hérna B5 sem heldur miðborðinu í föstum skorðum. Hvítur getur svarað þessu með að leika B3 eða C5 og í þessari skák lék hvítur C5 og svartur lék þá biskup F5. Nú kom biskup G2 og riddari B til D7 og biskup F4 og þá E6, stutt hrókun og biskup E7. Þannig möguleiki fyrir svartarinn að skjóta inn þessum leik H6 á einhverjum tímapunkti svo hann getur svarað riddari H4 með að hörfa með biskupinn á H7. En svartur ákvað að gera það ekki í þessari skák, heldur svaraði H3 með bara hrókara stutt. Og nú lék hvítur G4 og þá kom biskup G6 og A4. Hvítur er að reyna að fá eitthvað mótspil á drottningavægnum. Hér lék svartur mjög skynsamur leik, hann lék B4 og svaraði riddari B1 með að leika A5. Læsir drottningavægnum og plan svarts í framhaldinu er eftir riddari B til D2 að leika riddari E4 og reyna þá að búa sér til mótspil með að leika F6 og E5 á einhverjum tímapunkti. Nú kom riddari E5 og þetta drap svartur og eftir biskup drepur E5 þá kom F6 og núna hrókur E8 og plan svarts er að leika biskup F8 og E5 eins og ég nefndi áðan. Nú lék hvítur F3, svartur drap þá D2 og lék þá E5 strax. Og þetta byggist á því að ef hvítur drepur tilbaka þá fellur peð á C5 með skák. Hvítur lék þess vegna E3 og svartur lék biskup F8. Og ég myndi segja að svartur stæði örlítið betur í þessari stöðu. Hann hefur góð tök á miðborðinu og í framhaldinu getur hann virkja hrókinn sinn eins og við höfum áður séð í Djepanenko afbrigðinu með hrókur A7. Hrókurinn getur verið að fara á E7 eða á F7 eftir atvikum. Nú kom hrókur E2 hjá hvítum og H5, hrókur A til E1 og drottning C8 og svartur hefur auga með peðinu á G4 og er að undirbúa að leika E4. Nú kom kongur H1 og E4 og hrókur G1 og E-drepur F3, biskup drepur F3 og nú kom mjög góð leikur hjá svörtum. Mikilvægasti maðurinn hjá hvítum í þessari stöðu er sennilega hvítriddabiskupinn sem heldur stöðunni saman og valdar hvíturreitina og þess vegna leitaði svartur eftir uppskiptum á hvítriddabiskupinn með biskup E4 og við sjáum eftir biskup drepur E4 og hrókur drepur E4 þá hefur svartur góð tök á stöðunni. Öll helstu peðin eru skorðuð á svarturreitum hjá hvítum og hann hefur svartreddabiskup. Nú kom hrókur E til G2 og þá drottning E8 og nú kom G5 og F-drepur G5 og hrókur drepur G5 og hrókur drepur E3. Hvítur reyndi að fá mótspil með að leika biskup E5 en svartur bara drap einfaldlega á H3 með skák og svaraði kongur G2 með að leika hrókur H4 og mótspil hvíts er ekkert eftir hrókur E4 og hrókur F7. Sjáum að G7 peðið kyrfilega valdað og hvítur bara gafst einfaldlega upp í þessari stöðu. Hann lendir í miklum vandræðum eftir hrókur G3 og H4 og sjáum að mögulegt framhald geti verið drottning E6 skák og hrókur F3 sem hóta skák niður á H3 og hér getur hvítur drepið á G7 en þá kemur hrókur H3 skák, kongur G1, hrókur E1 skák, kongur F2 og núna þetta skemmtilega framhald hrókur F3 skák, kongur drepur, hrókur F1 skák og drottning E4 mát. Ég held að lykillinn að sigri svart í þessari skák hafi verið þessi framrásans á miðborðinu með að leika F6 og svo hrókur E8 og sækja fram með að leika E5. Þannig að eftir C5 í byrjunni þá mælti ég með þessu leikenda biskup F5 sem er mjög skynsamt plan hjá svörtum. Hann fær ákveðlega trausta stöðu og getur undirbúið rólega heitum að sækja fram að miðborðinu með að leika E5. Í þessari skák þá læsti
hvítur drottningavægnum, en í sumum tilfellum þá getur svartur líka leitað sér mótspils á drottningavægnum ef hann þarf með að sækja fram með peðanum þar eftir töluverðan undirbúning. Takk hérlega fyrir þetta.